fiskeldið augljósasta leiðin fyrir okkur að búa til útflutningstekjur og það engin ástæða til þess að við séum eftirbátar Færeyinga í því og við höfum að stefna því að fara fram á bæði Færeyjum og Skotlandi og bara á næstu 15 árum komast í 200.000 tonn. Þannig að Patagonia bara markvisst með herferð gegn Íslandi. Þó hún beinist gegn fiskeldi á Íslandi þá auðvitað smitar hún sig yfir á allan íslenskan útflutning og maður hefði haldið að það kallaði kannski á tilefni til þess að bregðast við en fram að þessu hefur það ekki verið gert. Sleppingi var 2023, árið 2024 fannst engin eldislax í íslenskari laxveiðá þannig að það virkaði greinilega og ég bara skil ekki hvernig landsbyggðarþingmennirnir í norðausturkjördæmi geta komist að þeirri niðurstöðu að það borgi sig að skattleggja fyrirtækin í norðausturkjördæmi með 5 auka milljarða og það verði Norðurlandi, eystra og austfjörðum til heilla. Ég fæ það ekki séð. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér allt, að þá þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson. Örsnögg skilaboð áður en ég horfi á þessa myndbandsupptöku. Hún fór aðeins forgörðum en myndbandsupptakan hefst ekki fyrir þegar 5 mínútur eru búnar af viðtalinu og svo eins og þið muni koma til með að sjá þá mín myndavél svolítið yfirlýst. Þið eruð að taka þátt í ákveðinni lærdómskurfu þegar maður að flytja stúdíóið svona sjálfur. Ég hef getað sleppt í að birta myndbandið en ég ákvað bara að gera það samt, þannig að ég vona bara að þið njótið. Myndavélans Daniel kom mjög vel út. Þetta bara eitthvað sem ég mun koma til með að læra af í framtíðinni. En Daniel Jakobsson var sem sagt hérna á Ísafirði þar sem ég tók upp og var einstaklega skemmtilegt viðtal. Ég vona bara að þið njótið. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta. Jæja Daniel, hvað segir gott? Ólympíufari, forstjóri Arctic Fish, finnum bæjarstjóri. Hvað næst hjá þér? Hvað næst? Ég held að ég sé nú bara komið þangað sem mér langar að vera. Ég hafði alltaf einhvern veginn svona sett stefnuna á sjávarútveg og fjölskylda mín og tengdafjölskylda hefur verið mikið starfandi í sjávarútvegi og þetta maður alveg upp í sjávarútvegi. Þannig ég held að svona eiginlega allt annað sem ég hef gert fram á þessu hafi verið kannski undanfari að sjávarútveginum. Íslandi þetta rosalega mikið sjávarútvegur og þegar ég fór í heimsókn í Bakkafrost held ég 2014 þá var ég alveg sannfærður að fiskeldi væri eitthvað sem við á Vestfjörðum ættum að stefna og tekjurinn eru bara með þetta ákvörðunina svo 2019 að fara full force í fiskeldið og þá með augast að á einhverju svona starfi eins og ég í núna og að geta búið á Ísafirði unnið í fjölþjóðlegu fyrirtæki það sem að mikill uppgangur og mikið að gera og skemmtileg verkefni, það eru auðvitað forréttindi. Þannig að ég held að ég sé fyrir mér að klára ferilinn í sjávarútvegi en svo get ég verið búin að skipta skoðun eins og gjaldeyrismiðlari eftir 7 sekúndur sko. Já, þú kemur úr bankageiranum. Bakkafrost þetta ekki norskt? Bakkafrost þess að staðista fyrirtæki í Færeyjum og reyndar skráð í Kauphöllinni í Oslo og þegar við förum sveitarstjórnarfulltrúar á Vestfjörðum til Færeyja 2014 að þá sér maður auðvitað að Færeyjar eru bara eins og Vestfjörðir sko en þannig gríðarlega mikill uppgangur á þessum tíma og gengur vel og í raun og veru allt svona fiskeldun að þakka og við lítum nú oft svona kannski svolítið niður á Færeyinga við Íslendingar því að það er svona eina fáum þjóðum sem við getum gert það því þau eru færri en við ættum svo sannarlega ekki að gera það og hvert fólk að fara til Færeyja og skoða og sjá og ég held að á þeim tíma var sem sagt Bakkafrost jafn verðmætt og Marel 650 milljarðar og það vegferðin sem ég held að við getum verið hér á Vestfjörðum að innan 10-15 ára þá ætti fiskeldi á Vestfjörðum að geta verið svona 600 milljarðar virði ef að rétt haldið á spilunum sem að ég nú kannski geta endalega samfærður að gerist en ef við stöndum okkur vel og tökum lítil skref þá ætti það alveg að geta verið fullkomlega raunhæft að flytja út fisk kannski fyrir 200 milljarða eða lax frá Vestfjörðum. Já, það er svo margt sem langar að koma inn á sko. Við ætlum að tala um fiskeldin, við ætlum að tala um þingeri, við ætlum að tala um samfélagslega ábyrgð, við ætlum að tala um margt. Við ætlum að byrja samt sko út af því að nú hefur Guðmundur Fertram sem býr hérna líka verið mikið að tala um veiðigjöldin og mér langar aðeins að taka húsaður sko hvernig Ísafjarðar íbúar, hvernig þeim finnst þetta allt. Út af því að þetta er mjög vinsælt í Reykjavík. Hvað finnst svona Ísafjarðar
bæ almennt og þeim sem búa hérna að ríkisstjórnin sé að fara að auka skatta á sjávarútveginn til þess að niðurgreiða kulnun opinberra starfsmanna og borgarlínu? Ég held að svona almennt séð hérna fyrir vestan sé þetta kannski bara beggja blands. Ég held að það hefur orðið til mikið pening í sjávarútveginum og það eru margir orðnir ríkir í sjávarútveginum og það hefur orðið mikil samþjöppun í sjávarútveginum og ég held að bæði hér fyrir vestan og landinu öllu hlakki svona svolítið í fólki að hérna nú sé látið sverfa til stáls og reynda að ná í eitthvað þessum auði aftur tilbaka til þjóðarinnar einhvern veginn og þetta er svolítið keyrt undir þeim forsendum en ég held að við séum hins vegar í slíkri umræðu þá held ég fyrsta lagi að veiðigjaldið muni stuðla enn frekar að þessu, það verður enn meiri samþjöppun og það verður ekki meira eftir í samfélaginu hérna fyrir vestan. Ég hugsa eins og að greinin muni bara hagræða þessa 10 milljarða, það verða bara færri eftir og kannski arðbærari fyrir vikið og ég held að greinin í heild sinni muni lifa þetta af en ég held að það verði ekki þeir sem hafa staðið sér best í greininni fram að þessu sem verði einhvern veginn undir og litlu aðalegni verði sterkari fyrir vikið. Þannig að mér finnst svona svolítið þess að umræðan sé keyrð áfram á hérna nám okkur nú niður á þessum sægrifum en ég held að þegar upp er staðið að þá eigi þeir auðvildast með að taka þetta á sig jafnvel þó að það sé þannig og þetta er algjörlega röng nálgun fyrir Vestfirði og þingmenn eins og bara svo ég nafngreina það, Arna Lára og María Rut og kannski Lilja Rafney sem eru hérna á svæðinu að það er mér algjörlega óskiljanlegt hvernig þau fá það út að þeirra umbjóðendur verði betur staddir eftir heldur en áður. Það er bara útilokað að komast að þeirri niðurstöðu og þetta verður bara mikið högg fyrir Vestfirði, sérstaklega að því að þú greiðir náttúrulega skatta af meðaltali framleiðarinnar, það er ekki hvað þitt fyrirtæki hagnast sem þú borgar, þannig að þau fyrirtæki sem að standa höllum fæti og eiga kannski eins og okkar fyrirtæki eru langt frá útflutningshöfn og langt frá flugvélum og mikill flutningskostnaður umfram kannski suma aðra, að þá held ég að það sé alveg útilokað að komast að þeirri niðurstöðu að þetta sé skynsamleg aðgerð fyrir Vestfirði og ég bara skil ekki hvernig landsbyggða þingmennir í norðausturkjördæmi getur komast að þeirri niðurstöðu að það borgi sér að skattleggja fyrirtækin í norðausturkjördæmi 5 auka milljarða og það verði Norðurlandi, Eystra og Austfjörðum til heilla. Ég fæ það ekki séð. Nei, þetta er frekar svona sérstakur aðdragandi sko. Núna er málþóf á þingi en þá þegar við erum að tala saman hérna 9. júlí og ég veit ekki sko út af því að þú talar um þessar vinsældir og ekki vinsældir og talar um að það sé ákveðin hópur sem að er kannski hlindur þessu og er ekki að það væri rauk fyrir því þá að þeir sem voru einmitt kosnir af þeim sem eru hérna fyrir vestan hafi svolítið verið að sjá þetta fyrir sér að þetta sé kannski heilla skref þrátt fyrir það að þú sért ósammála. Jú, en ég held bara að þetta sé ekki heilla skref, þetta er populismi og þetta er einhver svona skammtíma ávinningur. Það er enginn að segja að það sé ekki hægt að hækka veiðigjaldið en það hvernig það er gert núna í þessu eina skrefi er allt og bratt farið og ég hefði haldið að lágmarki og það er kannski það sem er mest gagnrýnt núna frekar heldur en endilega uppæðin að það liggi ekkert alveg á hreinu í hvaða vegferð við erum að fara og hvaða keðjuverkandi áhrif þetta hefur. Þannig að ég held að sé kannski tvennt sem er verið að gagnrýna núna. Það er að vera að fara allt og bratt í þetta og hins vegar að það er verið að skattleggja einhvern skatt sem verður ekki til og mér finnst svo áhugavert að því að hefur mikið talað um fiskvinnsluna í samhengi að nú erum við í raun og veru í laxinum ekki í þessari lóðréttu eignatengslum við til dæmis í Arctic Fish eða hinn eldisfyrirtækin í Íslandi eiga ekki flökunarverksmiðju eða fullvinnslu þannig að við erum bara að selja slægðan fisk með haus, það er afurðin okkar ekki flökuð og þá sjáum við að kaupinir eru annars vegar eðalfiskur í Borgarnesi, Premium í Njarðvík, Oddi á Patreksfirði eða einhverja vinnslur í Póllandi og Hollandi og þegar við fyrir að kafa í þetta þá sjáum við að það kostar 1/3 að flaka fiskinn í Hollandi samanborið við á Íslandi og flutningskostnaðurinn er ekki þannig að hann breyti því einhvern veginn þannig að það að við höfum komið okkur upp fullvinnslu á hvítafiskinum hérna á Íslandi það er í raun og veru algjörlega magnað og kerfið sem er til staðar núna í skattlagningunni byggir undir það
og að við séum að fara þá í vegferð sem að gæti búið til óvissu það og gert þá kannski þeim sem að flytja út heilan fisk staðin fyrir fullorðna vöru auðveldara vik, þá erum við bara komin á rosalega skrítinn stað. Ferskur fiskur fastur liður í matarvenjum Íslendinga og þegar veitingamenn bjóða upp á fisk þá þýðir ekkert að bjóða upp á annað en hið ferskasta og hið besta. Fiskhúsi.is býður upp á ferskasta fiskinn, framúrskarandi úrval og að sjálfsögðu afburða þjónustu. Hvort sem það fyrir veitingahúsið, hótelið, mötuneyð eða hvað annað, sama hvar þú ert á landinu, þá ferðu inn á fiskhúsið.is og heyrir í strákunum. Í undirbúningi fyrir þetta viðtal, þá hlustaði ég á viðtal við þig frá árinu 2012 held ég, þegar þú varst formaður bæjarráðs, held ég að það hafi verið, eða hvort þú hafi verið bæjarstjóri. Ég man ekki alveg hvort það var. Það voru svo 2 viðtöl, í öðru þeirra varstu bæjarstjóri, í hinu varstu formaður bæjarráðs, líklega bæjarstjóri á þessum tíma. Og þá var svona svolítið sérkennileg þróun, þú talaður svona ákveðin flótta frá Vestfjörðum, sem að snerist við á þessu tímabili frá því að við erum að tala saman núna á þessu tímabili, að núna fólk líklara til þess að snúa aftur til Ísafjarðar. Hvað svo ég hendi nú einum svona auðveldum í þig, bara heldur að þetta muni koma til með að hafa áhrif á svona þessa hreyfingar, að fólk sé líklara til þess að flytja til Ísafjarðarbæjar? Ertu að meina þá veiðigjaldið? Veiðigjaldið sjálft, já. Nei, ég held að það sé algjörlega augljóst að það verði það sem grunnurinn í sjávarútvegi að það svo mikið afleiddum störfum að fyrir hverja vinnslu eða fyrir hvert skip alveg ógrynjað iðnaðarmönnum, alveg ógrynjað aðföngum sem þarf til, og ef að einhverja af þessum vinnslum hætta þá fækkar iðnaðarmönnum og það fækkar í stoðkerfinu og það verða minni útsvarstekjur, og þá ef að verða minni útsvarstekjur þá ekki hægt að byggja fótboltavöll eða setja gervigras á völlin eða opna skíðasvæði eða byggja sundlaugar, eða minni líkur á því allavega, og þá held ég að það sé minni líkur á því að fólk flytji hingað, því auðvitað kannski staðan á Vestfjörðum orðin þannig núna að við erum í samkeppni fólk, okkur vantar fólk, og við vorum að tala það áður viðtali fór á stað að því langa að flytja út á land, og ég þá í samkeppni við eitthvað annað samfélag að fá þig. Mikill fengur þar sko. Já, en ég meina þú tekur bara einhver ákvörðun, það hvernig eru skólarnir fyrir börnin, fæ ég pláss á leikskóla, krakki minnir í fótbolta, eru fótboltaæfingar, einhver heilbrigðisþjónusta, menntaskóla og svo framvegis, og verkefnið auðvitað að standa undir þessari velferð og standast samkeppnina við bara fullt af öðrum samfélögum sem eru komið knattspyrnuhallir eða nýbyggða skóla og svo framvegis, og ég held að það gott fólk alls staðar, menn það gott að búa á flestum stöðum, þannig að við þurfum einhvern veginn að sannfæra og ná fólkinu til okkar umfram aðra staði, og það gerum við ekki öðruvísi heldur en að vera vel rekin samfélögin og vera með vöxt, og ert ekki með vöxt þá alltaf færri og færri sem standa undir sameiginlega kostnaðinum, þannig að það þetta verkefnið að vaksa og dafna, og ef við vöxum ekki heldur fyrir að fara í hináttina, þá held ég að fólk hætti að flytja hingað og fasteignar verið lækki, og ef fasteignar verið lækkar þá hætti fólk að þora að kaupa, þannig að þetta svona hringur á sig. Einföld starffræði. Ég þá langar með út af því að þú komst í fréttinar núna fyrir skömmu, þar sem að vera að ræða það að fóðustöðin á Þingeyri yrði flutt til Ísafjarðar, ef ég að skilja þetta rétt, og núna velta margir fyrir sér, eflaust Þingeyinga líka, þrátt fyrir það að ég hef ekki talað við neinn, að þá virðist mér svona á umræðinni að þeir séu sárir og ósáttir við þessa ákvörðun, og núna með það hvernig þú talar að þú viljir vera að auka velsæld og þú sitt í samkeppni við önnur bæjarfélög og þar fram til götunum, þá hlýtur einhver að spyrja sig með þessi stórfyrirtæki, og þið tala mikinn hagvöxt í fiskeldi, tala mikinn hagvöxt á Vestfjörðum, Guðmundur Fertram hefur talað þessi gullkista Íslands út af því að þar koma svo mikið að tekjum, en af hverju virðist að vera að eina skiptið sem að kemur upp þessi umræða það að þið séu að standa undir bæjarfélögum og séu að auka velsæld fyrir íbúana, kemur bara upp þegar það hentar, en þegar aftur á móti það kemur að því að standa undir samfélagslegri ábyrgð eins og fyrir Þingeyinga, að þá eru þið bara ekki tilbúin til þess að gera nokkuð skapaðan hlut. Já, ég held að samfélagslega ábyrgð er mjög víðtækt hugtak,
og ég held í fyrsta lagi sko, er tómt mál að tala um það að geta staðið undir samfélagslegri ábyrgð að þú ert ekki arðbær, og það er grunnforsenda til þess að geta gert eitthvað meira heldur en bara niðurstaða rekstrarreikningsins stendur fyrir. Og þá fer maður fyrst í það, er Arctic Fish samfélagslega ábyrgt fyrirtæki? Ég held já. Ég held í fyrsta lagi að þú skoða bara starfsemin okkar, þá erum við 126 starfsmenn, þeim það bil jafnt skipt á milli allra fjarða á Vestfjörðum. Við erum með það bil 40 manns á Suðursvæðinu, sem sagt Patreksfjörður, Tálknafjörður, Bíldudalur. Við erum með 27 manns núna í Dýrafirði. Við erum með 15 í Skutulsfirði, Ísafirði, og svo er restin út í Bolungarvík, svona 40 manns, eitthvað svoleiðis. Þannig að við höfum sannlega dreift okkur alla Vestfirði og búið til störf víða á Vestfjörðum. Við höfum líka tekið mikið þátt í samfélaginu. Við styrkjum alls konar viðburði og íþróttalíf og skóla, og tekið þátt í að byggja námslínu við menntaskólan og svo framvegis. Og svo að lokum er náttúrulega þetta skattsporið okkar gríðarlega hátt. Við erum með af 11 milljarða veltu í fyrra 1100 milljónir í skattspor. Þannig að það auðvitað kemur inn í samfélagi eða hægt að nýta þá í samfélagslega ábyrgð. En svo er það auðvitað þannig að í fyrsta lagi vona ég við erum ekki bara dæmdir að einhverju einu, og það er ekki þannig að þetta hefur verið auðveld ákvörðun fyrir okkur. Mér finnst þessi ákvörðun vera vissuleyti vonbrigði fyrir mig sem stjórnanda, af því að þetta var mjög flott projekt og er mjög flott projekt fóðumiðstöðin, og það var gaman að geta haft hana á Þingeyri, og það var gaman að geta farið með kúnan okkar og sýnt okkur þetta svona áþreifanlegum hætti á Þingeyri. En það breytir ekki því að mín ábyrgð, bæði þegar kemur að samfélaginu og þegar kemur að hluthafanum, er að standa undir einhverju arðsemi til þess að sækja fram og til þess að bara hér verði fiskeldi, og þá þarf maður líka að geta tekið erfiðar ákvarðanir. Og þetta var erfið ákvörðun, hún var erfið ákvörðun fyrir okkur hér í fyrirtækinu. Við erum bara miklir þingeyringar, mér finnst væntu þingeyri, og hún er auðvitað erfið fyrir starfsfólki okkar. Og þá er verkefnið að þegar maður kemur á þeirri niðurstöðu að maður vilji taka þessa erfið ákvörðun og telji það brýnt að taka þessa erfið ákvörðun, þá er bara verkefnið hvernig getum við gert þetta sem best fyrir samfélagið. Og við höfum komið ýmsar leiðir því, við sögðum engum upp, við keyrum öllum á milli, og ef þú horfir bara á starfsemi Arctic Fish, þá er hér fólk að keyra alla trissur. Fólk er að keyra frá Flateyri og Þingeyri, fólk er að keyra frá Þingeyri í Bolungarvík, fólk er að keyra frá Ísafjörði í Bolungarvík, Ísafjörð, þannig að það er allar að keyra út allt hérna. En ég held að það sé líka kannski svona það sem við þurfum að horfa meira til þá sem framtíðin á Vestfjörðum, af því að mitt markmið er auðvitað að búa bara til fleiri störf, og ég vona þá að þegar upp í staðið þá verður hún meiru að móða fyrir Þingeyringa, ekki endilega á Þingeyri, en það sé þá fleiri en einn vinnustaður sem að fólk sem ákveður að setja sér niður á Þingeyri geti sótt, og þá er þetta verkefni samfélagsins eða þeirra sem stjórnaði samfélaginu að búa til samgöngur, almenningssamgöngur, vegi, jarðgöng og svo framvegis, þannig að við verðum sannarlega eitt atvinnusvæði. Og að því ég nefndi nú Bakkafrost hérna áðan, ég held að Bakkafrost hafi lokað 7 sláturhúsum í Færeyjum og byggðu eitt risastórt hátækni í staðinn. Og akkur gátu það? Þeir gátu það því að það var búið að leggja mikið í samgöngur. Það var búið að byggja göng á milli Þórshafnar og Rúnavíkur, þannig að það fóru 40 mínútur niður í 10 sko. Og ég held að það sé þangað sem við að stefna hér á Vestfjörðum, það er að allavega norðanverði Vestfjörðir og sunnanverði Vestfjörðir séu eitt atvinnusvæði, og það er gert með samgöngum. Og það bæti lífsgæðin. Já, ég þurfti að keyra ég kom að sunnanverðum Vestfjörðum og þurfti að keyra malaveg stóran hluta. Þú ferð ekki á low profile dekkjum innendisheiðina. Ég hef meira að prófa, ég sprengdi dekk fyrir bara örfáum árum sko, þannig. Það var alveg ræðileg upplifun. En sko með samgöngunar, hvað núna er verið að fara að ráðast í heljarna verkefni á Vestfjörðum. Er þetta að fara að koma til með að bæta lífskjör heldur þetta muni vera nóg? Sko, ég langar kannski byrja á einum smá út sko, að 2012 þá kaupi ég hótel Ísafjörð, og þá man ég í kynningunni til bankans var að á næstu 3 árum verður klárað að malbika alla vegi á Vestfjörðum til Reykjavíkur og innan Vestfjörða, og við það mun ferðamanna innan á Vestfjörðum stór batna. Það hefur þetta ekki gengið eftir, og
reyndar nú bara 8 km eftir á Dynjandisheiðinni sem þú kerir í morgun og mikið hefur unnist en auðvitað hefur gerst allt og hægt og auðvitað það alveg stórkostlegt að hérna núna bara 2027 er Reykjavík Ísafjörður orðið í raun og veru styttra í tíma heldur en Reykjavík Akureyri. Þannig að það er orðin 50 km stytting á leiðinu og gríðarlega góði vegir. Eftir er þá kannski svona einhver jarðgöng innan sveita á suðursvæðinu milli Patreksfjarðar og Tálknafjarðar og Bíldudals. Það er vegurinn frá Bíldudal og upp að Dynjandisheiði og svo göng hérna kannski yfir í Súðavík. En þegar maður eldist áttar maður svo náttúrulega á því að tíminn er fljótur að líða og þessar breytingar sem hafa orðið á samgöngum eru náttúrulega alveg ótrúlegar og er kannski líka bara hluti af þessari uppbyggingu sem við höfum orðið vör við hérna. En betur má við duga skal og ég held að fyrir okkur á landsbyggðinni þá eru bara samgöngur allt. Samgöngur eru atvinnumál, samgöngur eru skólamál, samgöngur eru heilbrigðismál. Þannig að þessar hugmyndir til þess sem Guðmundur Fertram hefur verið með að nýta enga framtæki einhvern veginn bara til að klára Vestfirði, þú veist, jafnvel 80 milljarða framkvæmdir sem eru greiddar upp á 20-30 árum og enga framtæki tæki kannski áhættuna á því að gera þetta. Ég held að það sé gríðarlega spennandi og gæti verið arbært fyrir Ísland að taka kannski á næstu 10 árum 50 ára stökk fyrir Vestfirði. Að ég held að það sé fjárfesting sem að geti alveg borgað sig og ég meina eins og bara núna eldisgjaldið, ætli við eldisfyrirtækið 3 stóru sem ekki borga hátt í 2 milljarða bara á þessu ári í sértaka eldisskatta. Mætti nýta það í svona projekt. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Já, það var ekki að tvöfalda þetta bara. Það held ég. Tvöfalda auðlindagjöldin. Já, ég held að sko sé alveg þetta tvöfalda auðlindagjöldin en ég vonaði lækki per kíló því að það er náttúrulega eitt sem er í þessari veiðgjaldaumræðu núna að við erum komin einhvern veginn alveg út í skó með þetta fiskeldisgjald og öll þessi fyrirtæki eru þetta í uppbyggingafasa, þessi fiskeldisfyrirtæki eru öll í uppbyggingafasa og eru gríðarlegar fjárfestingar framundan. En það hefur einhvern veginn verið megið kappsmál stjórnvalda og jafnvel sveitafélagana að tryggja þeirra skerf í þessari auðlind og sem dæmi er að í fyrra held ég að tvöföld framlegð greinarinnar hafi farið í eldisgjald. Þannig að ef eldisgjaldi var 200 þá var framlegin 100. Þannig að við erum að taka lán annarkvort þá hjá hluthöfum eða bankastofnunum til þess að borga eldisgjaldin. Sem sagt við erum einhvern veginn að borða kökuna í staðinn fyrir að baka hana sko. Og ég vona svo sannarlega að þessi umræði, veiðigjaldaumræða núna opni augun hjá stjórnvöldum og átti sig á því að það er ekki allt fengið með beinum sköttum. Ég held að samfélagið og stjórnvöld þurfa að sætta sig við það að það eigi ekki verið miklir beinir skattar aðra en hefðbundnir fyrirtækjaskattar á fiskeldið og það er búið að fara allt og bratt og er hann miklu brattari heldur en upp var lagt með 2019 þegar við ákveðum að fara í þessar fjárfestingar. Þannig að skattumhverfið er orðið mjög óhagfellt og miklu hærri skattar á eldisfyrirtæki svo Arctic Fish á Íslandi heldur en ef við værum í Noregi og jafnvel Færeyjum sko, þó að þeir hafi fengið að starfa þar í 40 ár. Þannig að þetta skattabrjálaði einhvern veginn, og það á ekki bara við þessa ríkisstjórn sko, heldur líka síðustu, að því verður einhvern veginn að fara að linna sko, fólk verður að fara og stjórnvöld verður að fara að átta sig á því að skattar af fyrirtækjum er ekki teknir endilega í beinu sköttum heldur útsvari eða tekjuskatti af launum og arðgreiðslum. Já, vantar ekki bara einhvern hægri flokk á Íslandi? Er það ekki vandamálið? Jú, ég hef nú stundum vildi að segja nú engin launing á því, ég er í Sjálfstæðisflokknum, ég hef nú stundum spurt vini mína og flokksbræður í Sjálfstæðisflokknum sko, veist, ef við værum ein í ríkisstjórn, veist, fyrir hverju berjumst við og það er ekki launingamál að Sjálfstæðisflokkurinn tók þátt í að hækka fiskeldisgjaldið, Sjálfstæðisflokkurinn tók þátt í því að hækka gjald á skemmtifæraskipin hérna
og hefur ekki kannski staðið nægilega í hælana í því, við höfum heldur ekki staðið okkur nægilega vel í því að mínum að svona minnka báknið, einfaldar regluverk og ég held að sko núverandi stjórnvöld eru náttúrulega í alveg dundur stöðu, margt af því sem Donald Trump að gera til dæmis alveg skynsamlegt, hvernig að gera það sé ekki skynsamlegt sko, það er svona bara einfaldar regluverk, bara með startup fyrirtæki, það sé auðvelt jafnvel að flytja inn vinnuafl, bara skattaumhverfið sé einfalt, bara að stofna fyrirtæki sé einfalt, rafræn samskipti og við erum svona einhvern veginn að nýta smæðina og það hvað við erum opaslega klárt samfélag, vel mentað og bara mikið frumkvölum, þannig að ef ég held að ef við myndum virkja þetta og þá erum við bara í svo miklu dauðafæri, við erum svo frábært samfélag sko, bara vel stæð, vel mentuð. Já, ég alveg sammálar því, alveg mjög einkennilegt hvað gervigreindin hefur einhvern veginn ekki gervigreindinni hefur ekki tekist að minnka svona pappírsstörf hjá henni opinbera til dæmis, þar sem að er hægt að hagræða ótrúlega mikið í rekstri og öll fyrirtæki virðist geta gert það, að þá virðist hið opinbera ekki vera í þeirri stöðu eða finnst eitthvað óþægilegt að stíga skref í þá átt sko. Kannski er þetta, ég er sammálaði með Sjálfstæðisflokkinn sko, ég skil ekki alveg af hverju hann hefur ekki staðið meira í lappirnar. Það var hérna og það var að tala skemmtifæraskipið, þá kannski langum að taka smá útúrdúr og mér langar svo að halda áfram með fiskeldin sko, þeim fækkaði úr held ég 29 niður í 9 á Patreksfirði. Hver hefur þróunin verið hérna? Sko það sem að gerist meira á Patreksfirði heldur en hér er að það eru minnstu skipin sem að hafa möguleikann til þess að breyta áætlunum sínum og það voru frekar minni skip sem koma á Patreksfjörð heldur en hingað. Þannig að ég held að sé ekki mjög mikil fækkun á þessu ári, einfallega bara því að skemmtifæraskipinu voru of sein til þess að breyta áætlunum sínum. En mér skilst að 27 sérstaklega sé mikil lækkun og það er auðvitað ekki skemmtilegt fyrir okkur hérna, þetta hefur svona verið vaxtabrótunum okkar. Ég meina það tekjur Ísafjarðarbæjar, ég held að tekjur Ísafjarðarbæjar séu allir ekki slagið 9 milljarðar núna, 1 milljarður kemur að beint af skemmtifæraskipunum sko. Það er meiri en 10% af tekjunum okkar og einhvern veginn að stjórnvöldum finnist það bara allt í lagi að 2- og 3-falda skattana bara yfir nótt á þessa svona lykil atvinnugrein okkar hérna. Það sýnir náttúrulega það er eitthvað rof í einhverjum tengingum og enn aftur eins og með veiðigjalda frumvarpið gerist allt og hratt sko. Maður þarf að gera svona stefnumarkandi breytingar yfir lengri tíma sko, og vera með eitthvað þróun sko. En okkur virðist vera fyrir mun að vera með eitthvað langtíma hugsun á Íslandi. Það er einhvern veginn allt bara ad hoc, bara í nóvember hugara breytingunum fyrir janúar. Já, það er hægt að segja það reyndar fjölmörg mál núna í dag. Hérna, ég fekk slatt af spurningum sem að ég átti að spyrja það út í. Hérna kem nú ekki að þeim öllum. En hérna er ein sem að spyr, svo við komum okkur aftur í fiskeldið, svolítið afmörku spurning, hvort að eldið hérna á norðanverðum Vestfjörðum hafi áhrif á skeldýr í kringum eldið. Hefur sér fréttir af því í Noregi að rækjustofnar séu að hverfa í kringum stór fiskeldisvæði. Skilst að lyfin sem er verið að gefa fiskunum hafi mjög slæm áhrif á skeldýrin. Hafið þið eitthvað skoðað þetta? Já, sjálfsögðu skoða þetta. Þegar fyrst ber að nefna náttúrulega við þurfum að fara í gegnum umhverfismat áður en við fáum að starfrækja fiskeldi og allt svona er tekið tillit til þar. Ég held að ástæðan fyrir því að þetta hefur gerst í Noregi er auðvitað menn voru kannski ekki með alveg sömu umhverfisvitund fyrir einhverjum árum síðan og í dag erum við ekki að gefa laxunum nein lyf sko. Þannig að ég held að það er ekki að hafa nein áhrif á skeldýrin og þar auki er það bundið í starfsleyfin okkar að ef að það er vart við áhrif undir hjá okkur að þá megum við ekki setja út fisk aftur. Þannig að ég held að það sé alveg tryggt í starfsleyfi og rekstrarleyfi að við göngum vel og okkur hefur borið gæfa til þess hérna á Íslandi að setja mjög strangt regluverk þetta bæði náttúrulega erfðablöndunina og eins þetta bæði með burðarþolsmat, áhættumat erfðablöndunar og allar þessar pröfur. Þannig að ég held að við höfum gengið eins langt í því og mögulegt er að vernda náttúruna þegar kemur að fiskeldi. Já, það var annar sem að spurði finnst þér
að minni svæði hafi lýðræðislegt umboð til þess að geta neitað fiskeldi að starfa, til dæmis ef það kemur upp staða að einhver fjörður myndi vilja sjá fiskeldi burt, að það geti gert það, og að eins og Seyðfirðingar sem að vilja ekki sjá fiskeldi, að þeir hafa rétt á því að í nærliggjandi svæði séu ekki starfrækt fiskeldi. Sko það eru kostur og gallar við bæði, held ég. Annars vegar getur það verið erfitt að vera nálagt stórum fyrirtækjum sem koma með mikið af peningum, og það er svona tilhneiging til þess kannski allavega í einhverjum samfélögum að menn væri til að gefa afslætti bara fyrir skjótfengin gróða, og svona það er auðvitað erfiðara þegar þú stendur nær fólki. Þannig að ég held að sko svarið við þessar spurningu séu, auðvitað þarf þetta að vera eitthvað blanda. Ég held að það langi heldur engum að kannski starfa það sem hann er ekki velkominn, og þú spurðir samfélagslega ábyrgð á hann, sko, þetta er auðvitað kannski hluti af þeim pening, en ég held að það sé hægt að gera marga breytingar á leyfisfyrirkomulaginu í fiskeldi á Íslandi, en ég held að þetta sé kannski ekki eitt aðalatriði á honum. Nærsamfélagi hefur umsagnaráhrif, og ég held að ef að kemi neikvæð umsögn frá Ísafjarðarbæ fiskeldi eins og gerðist til dæmis bara í Jökulfjörðum, þá var það lagt til hliðar. Það var ekki bannað, en það var hægt á því. Þannig ég held að þetta sé vand með farið, og ég er ekki endilega viss líka að almanna rómur sé alltaf hinn rétti, að það heyrist oft hátt í þeim sem eru á móti, og það geta komið upp eitthvað tímabundi, eins og til dæmis bara á Þingeyri, það eru margir mjög reiðir núna, myndu þeir bara reka okkur heima því þeir eru reiðir akkurat í núinu, sko, eða það eru þetta einhverja lengra hugsun. Þannig að ég held að ákvarðanir sé alltaf best teknar sem næst fólki, en ég held að þetta sé svona eins og skipulagsmál almennt, að sé ágætt svona í bland. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu, og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu, og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Hvað finnst þér almennt svona, hvað ég að segja, mismunandi hugafar, ætli ég mér að segja. Ég kom inn að síðast til Ísafjarðar og þá hitti ég ýmsa aðila, og það var einn framkvæmdastjóri eins fyrirtækis sem að sagði við mig að í sambandi við fiskeldin að hann þorði ekki að tala það í Reykjavík, að hann væri yfir höfuð að starfa í einhverju nálægð við fiskeldi, út af því að höfuðborgarsvæðið kannski, það er komið ár síðan, það er ekki meira. Þá var komin upp ýmis vandamál í sambandi við lús, það komu myndbönd, það voru vandamál með umræður að þetta sé að eyðileggja firðina, vandamál með að netin væri ekki nægilega vel í stakk búin til þess að halda utan þetta. Og hann sagði bara, ég þori ekki að fara til Reykjavíkur að tala að ég vinni í kringum fiskeldi. En umræðan hér er öðruvísi. Já, en ég held að ég skilji þetta alveg, sko. Þú veist að það kom alveg tímabil, það sem að, ég vil ekki segja ég þorið ekki, en ég nenni því ekki, sko. Bara ég nenni ekki endalaust að taka slægin, og ég nenni ekki endalaust að byrja á upphafi og útskýra hvað við erum að gera, sko. Þannig að ég held að það sé kannski meira nenni ekki en þor ekki, sko. Ég er ákveðlega stoltur af því sem við erum að gera, en umræðan er auðvitað mjög skammt og við komin, og það hafa alveg komið upp áföll, bara tala það eins og er, og ég held að það hafi verið brugðist vel við þeim öllum, en fagmennskunni hefur líka farið mjög mikið fram, með því ég ekki að segja að geta ekki komið áföll aftur, en eins og til dæmis við horfum bara á þessa hræðilegu vondu sleppingu sem var hjá okkur. Ég held að við höfum brugðist bara mjög vel við í því, við fórum í árnar og veitum út fisk, við borguðum bætur og svo framvegis, og hver var niðurstaðan? Sleppingi var 2023, árið 2024 fannst engin eldislax í íslenskari laxveiðá, þannig að það virkaði greinilega. Nú svo er það þetta hitt líka sem að mér finnst alltaf svo magnað, að vörun okkar og lax frá Vestfjörðum er sennilega eitt besta prótein sem þú fær bara í heiminum,
og þetta er eftirsótt vara, hún er rándýr og fer út allan heim, fara fulla flugvélar til Los Angeles og það fara fulla flugvélar til Kína af vörun okkar, þannig að þetta er eftirsótt vara. Og svo þegar maður tekur sem dæmi bara Times Magazine gaf út lista yfir 500 sjálfbærustu fyrirtæki í heimi og þá voru 2 laxeldisfyrirtæki á þeim lista, annars vegar Movi sem á okkur í Arctic Fish og hins vegar Salmar sem á Arnarlax, þau eru bæði á sin lista. Þarna voru fatafyrirtæki líka, en það var ekki Patagonia sem berst gegn okkur hérna fullum fetum og maður hefði haldið að það væri kannski tilefni til, fyrir Íslandsstofu eða einhverja slíka, þegar alþjóðlegt fyrirtæki er komið í baráttu gegn útflutninginum að þá væri tilefni til þess að bregðast við. Þannig að Patagonia er bara markvisst með herferð gegn Íslandi og þó hún beinist gegn fiskeldi á Íslandi þá auðvitað smitar hún sig yfir allan íslenskan útflutning og maður hefði haldið að það kallaði kannski á tilefni til þess að bregðast við en fram að þessu hefur það ekki verið gert. Þannig að sko og Movi líka hérna sem á okkur hefur verið núna 4 ári röð held ég verið kosin sjálfbærusti prótein framleiðandi í heiminum með prótein þá er ekki tala vilt heldur unnið prótein skilur sko, þannig að við erum að gera og þetta eru óbúslega mikla peninga í umhverfismál og við erum að gera hlutina vel og fiskurinn okkar er flottur eins og ég segi, þannig að sko það er engin ástæð til annars en að vera stoltur af því sem við erum að gera sko og við erum bara ganga enn lengra ekki bara með laxinn heldur alla íslenska sjávarútvegur að markaðsetja Ísland og íslenska sjávarútvegur miklu sterkar sem það vörumerki sem tryggir gæði, þannig að þú sér bara Icelandic á fiski hvað sem er í heiminum, þá veistu bara að það er fiskur að hæstu gæðum. Það er náttúrulega þar að leiðandi engin ástæða til þess að skamma sér eitthvað fyrir það að vinni fiskeldi sko, en nú aftur eins og ég sagði upp að stundin nennum maður ekki að taka umræðina sko. Það er svo mikið að sérfræðingum að sunnan sko. Þá langar mig að getum bara tekið almennar umræður ég talaði við fiskeldisfræðing áður en ég kom og hann sagði stór hluti af þessu að vera með tjöld undir fóðrið að vera í því að vera með einhverja norðmenn með einhverja skrýtna byssur til þess að ná laxinum og eitthvað þannig stór hluti af þessu er bara PR til þess að vera bara friðþægja sérfræðingana fyrir sunnan út af því að það veit allir að eftir 2 ár ef myndi taka fiskeldi í burtu að þá myndi fjörðurinn jafna sig með erfðablöndunina þá er það svo ólíklegt að eldislax geti í rauninni spjara sig í náttúrunni að hann er ólíklegur til þess að fjölga sér þannig að hann sagði bara að þetta er bara PR-stönd til þess að friðþægja fólk fyrir sunnan en það veit allir til dæmis eins og með sleppingarnar að jáfnvel ef það hefði ekki verið náð þá hefði mjög ólíklegt að þeir hefði orðið fyrir einhver erfðablöndun út af því að eldislax er ólíklegri til þess að hrygna og fjölga sér heldur en aðrir stofnar. Já, ég held að sko þegar kemur að sleppingarna þá held ég það sé alveg rétt að jafnvel þessi vonda slepping hjá okkur árið hún hefði ekki gert villta laxastofninum neitt. Hins vegar skil ég alveg þá sem eiga íslenskar laxveiðiár eiga náttúrulega glæsilega vöru þeir selja hana rándýru verði þeir eru að gefa sér út fyrir það að vera umhverfisvænir og flott afurð og fólk er að koma inn og borga 1 milljón fyrir vikuna eða hvað það er skilur þá skil ég alveg að þeir vilja vernda vöruna sína og það er alveg fullkomlega eðlilegt og ég held að það á því leitinu er það bara alveg sjálfsagt þegar það kemur eitthvað svona upp að menn vilji veiða eldisfiskin út og við meina sama á við hnúðlaxinn að maður hefur fulla skilning á að menn vilji veiða hnúðlaxinn út þannig að kannski ekki alveg sammála því að það sé PR meina, það er bara forsenda fyrir fiskeldi á Íslandi að árnar verði ekki undir og ég held að það sé búið til kerfi og ég hef sagt það áður og ég rauksti það með því sem ég sagði áðan að 2024 fannst ekki fiskur að þá held ég að það sé mikilvægt að grípa til þeirra aðgerð sem þarf til þess að gera það en hins vegar finnst mér aftur á móti kannski það skrýtna í þessu vera það að það eru auðvitað ekki allar laxveiðiár jafn mikilvægar og sumar eru ekki eins og laxveiðiár eins og við heyrum Hafró ræða erfðablöndun og þeir fullir að það sé orðin erfðablöndun einhvers staðar að þá er verið að tala ár eins og Mjólká sem er 150 metra frárensli alveg upp við laxeldi þar sem er engin sjálfbar laxastofn sko.
og það eitt fiskur og það finnst einn eldisfiskur, þá er 50% erðablöndun. Og sama á kannski við hérna innst í Ísafjarðardjúpinu, og það er bara áhugavert að horfa til þess að þá sé allan að fara út í kannski flókna útreikninga, að þá er leyft 12.000 tonna eldi á frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi, og ástæðan er sem sagt svo að það er þá talið í lagi gagnvart ánum, en raunin er að sko ef okkur tækist að veiða 10 fiska, eldisfiska úr Laugardalsá, 10 eldisfiska úr Langadalsá sem nota benna hafa aldrei fundist í áni, þá mætti fara í 30 tonna eldi. Þetta eru stærðargráðan sko. Það er verið að reikna út með það mikilvæg nákvæmni að menn telja að það sé í lagi að það gangi 10 eldislaxar upp í Langadalsána, en ef þetta væri 30 tonn þá væri það 20 eldislaxar og þar alveg allt stoppað sko. Þannig að það sjáu þetta allir sko að í fyrsta lagi vísindin ekki svona nákvæm og í annars það ekkert mála við þess að 10 fiska út sko. Þú veist með myndavél að búin að báum ám og þarna spyr maður, heyrðu hérna, þetta eru ár sem varla eru sjálfbærar og veist, erum við ekki tilbúin til að taka aðeins meiri áhættu með þessa á og búa þá til 18 milljarða í útflutningstekjur og 18 milljarða í hagkerfinu og Vestfjörðum til viðbútar. Og ég svara því játandi sko. En svo kannski er þetta náttúrulega líka þær ár sem eru næstar fiskeldinu og það væri mjög auðvelt að vakta þær meira heldur en allar aðrar. En staðrindin er auðvitað svo held ég, og ég held að allir sem horfa á það opnum augum að árnar utan Vestfjörðs það var engin hætta af fiskeldi sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Þá ætla ég að bregða mér í líki Jón Kaldal. Þú talaðir hérna áðan að Íslendingar horfðu ekki langt fram í tíman og þetta er bara kristaltært dæmi það. Þú ert að tala hérna nokkra milljarða króna hagnað svo að einhverjir ríki norðmenn geti verið að sólunda fé í einhverja vitleysu sem er borgað allar skatta á þetta því að þetta er ennþá í einhverju stækkunarfasa. Og bara til þess að við séum að taka rosalega áhættu með fiskveiðiár sem að við erum að græða helling á. Þetta er náttúrun okkar, þetta er allt það sem okkur er kært, svo einhverjir norðmenn geti grætt smá pening, bara til að þið geti stundað hérna dýraníð og verið að eyðileggja firðina okkar og skelfiskana með. Sko ég held að fyrsta í þessu er, skulum ræða hagnaðinn. Hvert hefur hann runnið? Hver er raunverulega sigurvegarinn í íslenska fiskeldisævintýrinu fram að þessu? Eru það norðmennirnir sem settu 35 milljarða inn í Vestfirði, 35 milljarða inn í vesturst efnahagslíf og þeir eru orðnir á 17 á hlutabréfamarkaðnum? Eða er það kannski fólkið, sveitarfélögin og ríkið? Fasteignaverðið var hækkað, það voru til miklu fleiri störf, það voru til útvarstekjur fyrir sveitarfélögin og það voru til gríðarlega skattekjur og sérstakir eldiskattar fyrir ríkið. Þannig ef þú setur upp einhverjum svona matrixu og gerir hann hvort grænt, gult eða rautt, þá eru allir parametrar í gróðanum að hafa allir grænt nema hluthafarnir fram að þessu. Þannig að það stendst ekki enga skoðun að við séum að eitthvað níðast á landinu enn sem komið er í það minnsta og færa arðinn til Noregs og það er aldrei langt í það minnsta nokkur ár þannig að það verða einhverjar arðgreiðslur út íslenskum fiskeldisfyrirtækjum. Svo er það hitt að það er varðandi langtíma hugsunina að það sem er svo magnað við íslenska kerfið eða það er innbyggt í kerfið að ef þú prjónar yfir þig þá er dregið úr framleiðsluheimildum. Þannig að ef að það verður vart við meira en 4% af eldisfiski í ánum á haustin þegar það er talið þá er dregið úr framleiðslunni og við höfum 3 ár til að draga úr framleiðslunni. Þannig að það er sjálfbyggt í kerfið að ef við förum yfir þessu mörk að draga úr. Punkturinn sem ég var með áðan var sá að og líka í ljósið þess hvað eru ónákvæm vísindi og hvað eru fáið fiskar þá var ég að segja sko ef þú væri kannski með 4% á öllu landinu bara öllum ánum þá væri kannski í lagi að fara í 8% í Ísafjarðardjúpi og treysta þá á það að þú myndir veiða 4% af þeim út skilurðu
það var bara sú hugsun sem ég var að segja sko. en það er innbyggt í kerfið að ef þú fyrir yfir þessu mörk þá dreifðu framleiðslunni og hinn raunverulegi sigurvegari er íbúinn á Vestfjörðum. En svo svarir líka fyrir dýranýðið og að eyðileggja firðina sem er líka sem er eiginlega aðalbreytan sko, ég man hérna hvað eru 2 ár síðan, var ekki 2023 þegar það var hérna þegar einhver fór man aldrei hvað hún heitir hérna Veiga Grétars? Já, Veiga Grétars sem fór á kajak og tók myndir þar af hérna lúsbytnum laxi. Já, það var reyndar hérna ekki lúsbyttin laxi, jú, reyndar þá líka, já, en hérna sko ég held að við stundum ekki dýranýð, vissulega er það þannig að á þessum tímapunkti myndi halda að væri kannski 15 milljónir fiska í sjó á Vestfjörðum og það er auðvitað þannig að einhverjir eru að skaðast, einhverjir eru sýkjast og einhverjir eru að líta ekki illa út. Okkur er gert að taka þá út, þú veist, einu svona sólarhring, þú veist, við þurfum að fara á kvíarnar einu svona sólarhring til þess að taka þær út. Við náum auðvitað ekki kannski alltaf öllum, en við reynum að gera það og ég held að fólk sem að fá að sjá í myndavélarnar hjá okkur bara hvað er glæsilegur fiskur og fallegur fiskur, að bara 99,9% bara lítur bara mjög vel út. En það er ekki þar með sagt að við finnum ekki einn og einn fisk sem hefur orðið fyrir ykkur. Varðandi firðin okkar, að þá er það staðreynd að við tökum botnsýnapröfur, þurfum að taka botnsýnapröfur áður en við byrjum, eða láta þriðja aðila taka botnsýnapröfur áður en við förum á stað og svo þurfum við að taka líka í hámarki og ég held að enn sem komið er ekkert próf, engin sýnataka á Vestfjörðum undir kvíunum sem hefur komið þannig út að það hefur ekki mátt setja út aftur. Og í raun og veru þegar að hvíldin er búin, sem sagt þessi 90 daga lögbundna hvíld á milli svæða, að þá eru lífríki bara allt í góðu lagi, enda fengi þá heldur ekki að fara aftur á stað. Er ekki 3 mánaða hvíldin lengri heldur en eins og Færeyjum og Noregi? Hún er með aðeins öðrum hætti. Í Noregi held ég að sé bara ekkert lögbundið þar. Það er bara, og kannski ætti það bara að vera þannig líka á Íslandi, að það er auðvitað engin ástæð til þess að hvíla ef það er allt í góðu sko. En staðreyndin er auðvitað svo að ef að við Norðmennirnir værum við varum beðnir að fara á morgun, taka upp kvíarnar okkar og fara, þá væru bara engin ummerki eftir okkur, bara ekki nokkur. Og þannig að sko bæði dýranýðið og umhverfið, ég vísa þessu bara á bug. Þessi áróður hefur auðvitað verið gengdarlaus, og meina það er örugglega verið að setja 300 milljónir í áróður gegn fiskeldi og það er ekkit allt rétt sem þar er sagt. Það er reynt að draga fram öll myrkustu atvikin í sögunni hjá okkur og ég ætla ekki að halda því fram að við séum fullkomin, en ég held að fólk sem fara út á kvíar og fólk sem sér hún í kvíarnar hjá okkur það sé bara mjög ánægt með það hvernig við erum að gera hlutina og ég fyrir að 99% af þeim afurðum sem við seldum í fyrsta gæðaflokki sem segir þetta líka söguna. Fóðurhlutvöllin eru kannski einhver starfbílinu 1,15 og 1,20, það er semst fóðri sem fyrir onni og afurðin sem kemur upp. Það þýður auðvitað það er ekki mikið að fara á botnin af því að það þarf bara þetta til þess að láta fiskinn vaxa. Þannig að fiskeldi er bara alveg ótrúlega flott atvinnugrein og metnaðarfull og vel gert. Bara ekki fullkomin eins og allar annar rekstur. Já, ég held að, bara nákvæmlega sko, við gerum mistök og það er bara þannig. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Hérna, svona réttilega ljúka þessu með svona tæknilegu atriðin. Sko, ég man núna ætla ég og félagið minn að fara hérna búa til hrognkelsi fyrir 2-3 árum. Þar heimsóttum við Hafró og vorum meðal annars að heimsækja landeldin hérna í Þorlákshöfn.
sem Arnar Lax, hefði ekki rétt hjá mér meðal annars. Já, hérna, og þar sáum við kynlausan lax og sem að mér þótti frekar áhugavert fyrirbæri. Sko, væri ekki, og þetta hefur verið svona til umræðu það að hérna, gera kynlausan lax til þess að bara einfalda þetta að þið þyrfti ekki ljósastýringakerfi til þess að gera hann kynlausan eða að láta hann ekki fara í gegnum kynþroska ferli. Ef við myndum bara framleiða kynlausan lax, þá verðum held ég meiri samfélagslega sátt. Af hverju það ekki komið á lengri veg, fyrst það hægt að yfir höfuð að búa á til? Fyrst að fá að vera með út úr því ég er svo stoltur að því að sagt, í fiskeldi þegar fiskurinn orðinn 4 kíló að stærð að þá þarf að mæla kynþroska í fiskinum og það fram að þessu verið gert þannig að 200 fiskar úr hverju kví hafa verið drepnir og mældu kynþroska stöðullin því. Núna í síðustu viku var Arctic Fish fyrsta fyrirtækið í heiminum til þess að fá það samþykkt af Matvælastofnuninni hérna að mæla þetta með myndavélum og gervigreind. Þannig að það sýnir bara það hvað við erum framalega á tæknisviðinu að við erum fyrsta fyrirtækið í heiminum sem að getur mælt kynþroska með gervigreind og myndavélum í sjó. Reyndar ekki með búnaði frá okkur, heldur búnaði frá samstarfsaðila. Varðandi kynlausa fiskinn að þá það einfaldlega þannig að því þú varst að tala dýraníð áðan að til dæmis norska Matvælastofnun held ég sé frekar en einhver önnur stofnun hefur talað kynlausan fisk sem dýraníð og það einmitt vegna þess að það meiri afmyndun í honum, hann vex hærra og það meiri dánartíðni. Hins vegar breytir það ekki því að kynlaus fiskur gríðarlega áhugasöm vegferð og við til dæmis erum að horfa til þess að breyta einu leyfinu okkar úr regnbogasilungi yfir í kynlausan fisk eða sterilan fisk og vonandi ég vil setja út næsta eða þar næsta ári sem svona tilrauna verkefni. Þetta hefur gengið ágætlega í Kanada eða Bandaríkjunum og Hafrannsóknastofnun í gríðarlega skemmtilegu verkefni í þöggun, gena þöggun sem önnur leið heldur en hefur verið notuð fram að þessu. Þannig ég ekki nokkur vafa það að kynlausi fiskurinn kemur. En það breytir auðvitað því ekki samt sem áður held ég að laxveiðimenn hafa engan áhuga eðlilega á að fá eldisfisk upp í árnar sínar. Og ég held að skipti engu máli þegar uppi staði varandi andstöðuna þeirra hvort að fiskurinn sé kynlaus eða ekki. Ég held að þeir vilji bara ekki fá eldisfisk og ekki hnúðulax upp í laxveiðiár og ég hef alveg fullan skilning á því. Þannig í mínum huga þetta bara verkefni að halda fisknum í kvíunum og í þá lágmarki að fara upp í árnar og auðvitað mundið að bæta og auka öryggið að vera með kynlausan fisk, það alveg klárt mál en við erum ekki komið þangað alveg ennþá að það sé arbært að gera það þannig. Nei, já, þessi með fiskeldis stangveiði mennina sko, eigum við samt ekki að vera bara hreinskilnir, ég menna þetta einhverjir bankamenn sem að vilja fara í ljótar vöðlur með ljót sólgleru, taka mynd af sér til þess að sleppa honum veiða sama fiskinn mörgum sinnum og saka aðra dýraníð, þetta ekki bara pínu hræsni? Ég skal taka undir það að mér finnst það oft mjög undarlegt að tala árnar að það eigi svo í vök að verjast að það megi ekki taka neina áhættu með þær og það þurfa að fara vel með þær en það kemur aldrei til að við stoppum veiðar af því að það lítið vatn í ánni, það kemur aldrei úr því að við drögum úr veiði álagi og það kemur aldrei úr því að það kvartlega nokkrum einasta manni hætta að veiða og sleppa og því að það augljóslega betra að sleppa að veiða heldur en að veiða og sleppa fyrir fiskinn. En ég ítrykka hins vegar bara hitt og ég ætla ekki að tala að þetta einhver hræsni eða eitthvað. Þetta eru bara viðskiptalegir hagsmunir. Þetta bara alveg eins og hjá okkur. Það þetta ekki einhverjir bændur og það rétt hjá þér. Þetta bara fólk sem hefur fjárfest í laxveiðunum. Það í business og þykir líka vænt árnar sínar og vill bara gera allt til þess að vernda þær og ég hef alveg skilning fyrir því en ég myndi óska þess að við kæmumst á þann stað þar sem við getum unnið betur saman, við fengjum kannski að taka þátt í einhverjum rannsóknarverkefnum, við vitum vitum óbúslega mikið lax og fólkið okkar hefur til dæmis mjög miklar efasemdir það að það sé
lax sem er veiddur og sleftur september, ágúst, hrygni með eðlugum hætti. Við sjáum það bara að stress á fisk hefur bara mjög miklar afleiðingar inn í veturinn. Þannig að gætu við skaffa seiði, gætu við fyrir rannsóknarverkefni. Þegar ég held að þegar uppi staðið þá er þetta ekki andstæður, þetta eru bæði útflutningur. Við erum að flytja inn veiðimenn og við erum að flytja út lax og ég myndi óska þess að við getum bara unnið saman þjóðinni til heilla og bara allir reynda að gera það flott og ég veið maður sjálfur þannig að ég veit alveg hvað það er að setja á sig hallarislega gleraugu Já, ég hef aldrei skilið þetta allir vinir mínir eru í þessu þetta á gólfið ég stríðis undir vinir mínum og segi mér ennþá gaman að hanga með konunni minni sérstaklega með gólfið þá er þeir alltaf að tala um það að fara í einhverja 4-5 tíma frá konunum og börnunum á sunnudagsmorgni. Ég segi alltaf því ég veit alveg að ykkur finnst ekkert gaman í þessu gólfi Þið eru bara að ljúga því svo að þið fáið frí frá sunnudagsörtröðinni út af því vaknir svo þunnir. En það er svo sem allur gangur að því. Einn spurði mig sem mjög hlynntur fiskeldi og býr á höfuðborgarsvæðinu. Hann sagði myndi ekki bara myndast meiri sátt á höfuðborgarbúum ef við myndum fara að leggja fram eins og eins og normenn gerir þetta bara að vera með sjókvíaeldi bara í kringum höfuðborgarsvæðið og þá myndi myndast meiri samfélagsins sátt þetta. Ég veit ekki, ég finn fyrir því að við erum auðvitað farin að versla alveg rosalega mikið af fyrirtækjum, við verslum olíu, við verslum þjónustu og svo framvegis og það er náttúrulega gríðarlega margir sem eru búin að koma í heimsókn til okkar og maður finnur alltaf fyrir auknum skilningi hjá þeim sem hafa komið í heimsókn til okkar og versla við okkur að þeir eru meira með okkur í liði. Og þetta er einna sigurinn í fiskeldinu líka bara Reykjavík. Við erum bara að versla alveg óbúslega mikið af þjónustu í Reykjavík sem dæmi lögfræði þjónustu til að verjast öllum kærunum. Við erum náttúrulega með færustu og bestu lögfræðingu á Íslandi í okkar vinnu og ég meina það skilur eitthvað eftir í Reykjavík og ég vona að slíkt fólk sé með okkur í liði. En það sem að mér finnst kannski það er nú kannski ekki alveg beint svarið þessu spurningunni. Það sem að mér finnst svo áhugavert er hvað Ísland hefur mikla náttúruauðlindir til þess að vera í fiskeldinu og það sem ég held að við getum að því að nú eru svolítið margir að tala annarkvort landeldi eða sjóeldi ég held að framtíðin sé eitthvað mix af þessu tvennu og maður geti séð fyrir sér að alla fisk upp í 1 kíló eða jafnvel 2 kíló á landi og svo bara rétta dífunum í sjó í 2 kíló fiskur þetta vera 8 mánuði í sjó það væri þá 2 ára á landi og þá halverar fjárfestinguna í landeldinu og nær miklu betri nýting á leifunum í sjóeldinu þannig að mér finnst eiginlega það kannski vera það sem höfuðborgin og landsbyggðin geti sameinast það er að ala fiskin á höfuðborgarsvæðinu það sem heiti sjórinn er upp í 2 kíló dífunum svo rétti sjó á Vestfjörðunum og allir græða Allir með. Það er einn stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar sem að spurði getur ekki Daniel verið sáttur með þessa verkstjórn það er að koma samgöngur á Vestfirði það er aukin atvinnutækifæri þau eru tilbúin til þess að auka stuðning við brothættar byggðir og Kristrún kom hingað og heimsótti Vestfirði og allir virðist vera sáttur með það sem hún er að gera Ég ætla bara að vona það að spurningin er þess að styður þú ríkisstjórnuna? Nei, ég gerir það alls ekki en ég hins vegar til að sé mjög mikið að hæfi fólki bæði í samfylkingunni og Flokki fólksins? Okay. Ég minni trú á flokki fólksins og það sé sagt en það sem að mér langar að hvetja ríkisstjórnuna til að gera það er að fara í þetta sem ég sagði í upphæfi það eru svo ótrúleg tækifæri eftir þetta langa tímabil í raun og veru að stöðnum með vinstri grænum og verkstóla svolítið ríkisstjórn allan undir lokin sem við bara tölum hreint út að standa með atvinnulífinu er auðvitað að standa með almannahagsmunum og standa með íbúum þetta er þetta trickle down að fyrirtækjunum vegnar vel þá vegnar okkur vel og bara í þessu litla samfélagi með svo stuttu boðleiðum og svo bara svo við talum fiskeldið ef okkur tækist bara að búa til löggjöf núna í haust fiskeldið sem hentar fiskeldinu skilur á forsöndum ríkisstjórnarinnar sjálfsagt eða ríkisvaldsins að þá getum við kannski bara flýtt fyrir vexti fiskeldis 5 ár við getum verið komin í 150.000 tonn eftir 10 ár í staðan fyrir
100.000 tonn sko, og það er 50 milljarðar í útflutningstekjum. Þannig að í mínum huga er fiskeldið augljósasta leiðin fyrir okkur að búa til útflutningstekjur, og það er engin ástæð til þess að við séum eftirbátar Færeyinga í því, og við höfum að stefna því að fara fram á bæði Færeyjum og Skotlandi og í framleiðslu og bara á næstu 15 árum komast í 200.000 tonn, og það getur við til dæmis gert með þessu sem ég var að segja áðan, einhverju samvinnu landeldis og sjóeldis sko. Og til samanburðar þá erum við kringum 50.000 tonn núna í árið, það ekki? Jú, en ég held að við sem að vaksa gríðarlega hratt, og bara ég geti trúið að innan 30 ára erum við komin 100.000 tonn. Já, ég man eftir því að hvað ætla að hafa ekki verið 2019-20, þá fór ég á ársfund SFS, þar sem að Þorsteinn Már var með erindi það að fiskeldin væri að fara að taka fram úr svona hefðbundum veiðum varðar tonn, og Svandís Svavarsdóttir mætti líka í pontu og sagði ég held nú ekki. En það er breytinga núna. Hvað svo við kannski bara endum á því sem við byrjum, eða sem að þú nefndir henni í byrjun, veiðigjöldin og svona, já, það sem að þú telurðu vera. Telurðu að þessir stjórnmálamenn sem þú nefndir í byrjun var að Arna og Marja Rut, heldur að þær geti sannfært fólk á Vestfjörðum að leggja sitt atkvæða til þeirra aftur ef að þetta veiðigjaldafrumvarp fyrir gegn að óbreyttu? Ég ætlum kannski ekki að fullyrða það, en ég held að þetta er bara röng nálgun, og það er útölgað að sjá að þau sé að standa með sínu fólki hér á þessu svæði með þessu. Ég ætla að vona bara að við þurfum ekki að læra the hard way, að það komi til þess að þetta fari í gegn og hér verði fyrirtækin lokað, þau saminuð eða aflaheldiseldar úr landi, og það lagar ekkert í þeirri stöðu að það hafi gerst áður. Það er mikil samkeppni í sjávarútvegi, og til þess að skara fram á í sjávarútvegi verður að vera annarkvort bestur í einhverju eða gera það fyrir sem lægstan kostnað, og samkeppnishæfni þessa svæðis við erum aðeins undir, bara því við erum langt frá útflutningssvæðum og langt frá flutning og ýmsar svona takmarkanir sem við erum með, og þess vegna finnst mér óskiljanlegt að stjórnmálamenn sem eiga akkeri sitt í landsbyggðinni vilji taka svona mikla áhættu, svona ört, og ekki gera þetta eins og Kristrún Frostadóttir lagði upp með í kosningabaráttunni, sem að mér fannst, ég ætla að segja, íhuga að kjósa hana, en sem betur fyrir gerði ég það ekki, að hún stóð ekki við það sem hún sagði, en mér fannst það að vera skynsamt sem hún sagði fyrir kosningarnar að Gerði þetta við 10 ár? Já, og ekki hrófla við kerfinu sko, en það er auðvitað að vera að gera það núna, það er að vera að hrófla við kerfinu með því að breyta útreikningum og gera þetta allt rætt. Þannig að ef þau hefðu farið þá leið að segja, heyrðu, við ætlum að fara með 33% í 35, sjá hvað gerist í það, og svo kannski fyrir við 37 á næsta ári, að það hefur verið miklu skynsamlegri vegferð, og eiginlega það er svona mín tillaga inn í þingloka samningana að ríkisstjórnin komið þangað og farið, að því að Elli Vignisson vinnur minn laða til í gær, að ég tek undir það með honum að það er vegferðin sem á að fara, það er þekkt kerfi. Hvað er svo fyrir hlustendur sem hafa ekki lesið pistilinn hans, hvað er það? Það er raun og veru bara að halda áfram í núverandi kerfi, þar borgar útgerðin 33% af reiknuðum hagnaði af útgerðinni, og það væri þá að fara með það í 35, og svo getur þú prófa að fara í 37 árið eftir, en með því að gera það þá ertu í þekktu kerfi, það veit allir forsendnar, veit allir hvernig útreikningarnir eru, og áhrifin kemur þá út yfir lengri tíma, og ég held að það væri heillavænlegt skref fyrir ríkisstjórnuna að stíga. Já, mín kenning er að þetta endi þannig sko, en það sem að ríkisstjórnin er að gera núna er að út af því að þetta er svo vinsælt, að þá er það að sjá til þess að Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur og Framsókn saxi á svolítið fylgi fyrir sveitarstjórnarkosningar, og ástæðan sko, það meikar ekkert sens að gera þetta í einum hvelli. Viðreisn vill ekki, Flokkur fólksins, ég held að þau skilji ekki alveg málið, og Samfylkingin hefur engan pólitíska hagsmuni að gera þetta svona. Þar af leiðandi eru þau að gera þetta svona, svo að Sjálfstæðisflokkurinn sé núna í málþófi, svo þau sé ekki einbeita sér að öðrum málum, og þar af leiðandi saxa þeir á sitt eigið fylgi fyrir sveitarstjórnarkosningar. Samfylkingin kemur núna bráðum og segir, heyrðu, ok, við skulum gera þetta yfir 10 ár. En þeir segja, já, ok, við þurfum að gera þetta yfir 10 ár, því að Sjálfstæðisflokkurinn er svo rosalega í munum það að fá þetta svona í gegn. Samfylkingin fær þetta nákvæmlega eins og hún vildi þau upphafi. Þeir vinna næstu sveitarstjórnarkosningar og halda borginni. Já, ég held að þetta sé ein möguleg sviðsmynd, en ég er bara hræddur að í stóra planinu sé ekkert plan,
að fólk sé bara í öngstræti og það er búið að gefa út of stórar yfirlýsingar og það kemst ekki út úr þeim og veit ekki hvernig það að fara út úr þeim. En ég vil líka hrósa stjórnarandstöðinni. Ég held að þau viti nákvæmlega þetta sem þú varst að segja. Þetta er ekki gott fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Þetta er ekki endilega líklegt til vinsalda. En þau hafa staðið sig gríðarlega vel. Þetta er gríðarlega mikil vinna og þau eru að gera þetta hugsjón og prinsipi en ekki populisma. Þannig að ég held að, og ég vona að svona þegar ríkið sest að þá muni fólk átta sig á því að þær breytingar sem nú þegar eru orðnar á frumvarpinu hefðu ekki komið nema vegna öflugur stjórnarandstöðu og það er auðvitað þannig að oddvitaðar í miðflokknum, oddvitaðar í framsóknarflokknum, oddvitaðar í sjálfstæðisflokknum, þetta er ekki vittlýsingar og þetta er ekki fólk sem ber hag þjóðarinnar ekki fyrir Verður hann að vettu í? Já, Nei. þannig að það að þau séu að gera þetta vitandi það hafi kannski vondar pólitískar afleiðingar, mér finnst það virkilega flott og mér finnst þau að fá hrós fyrir. Ljúkum að þessum orðum. Daniel Jakobsson, takk æðislega fyrir að bjóða mér hingað inn í þetta fallega hús. Þetta var einstaklega skemmtilegt og þangað til næst. Takk fyrir og alltaf velkomin vestur, það er lausa lóðir hérna. Takk að þið kella.